Og áfram höldum við með föstudagsþáttinn. Það hefur vonandi ekki farið fram hjá neinum að Sinfóníuhljómsveit Norðurlands heldur upp á 25 ára afmælið nú þessar myndir. Og til mín eru komnir 3 fulltrúar. Það eru þeir Kjartan, Helgi og Atli. Velkomnir. Takk. Þið eigið svona smá sögu allir með þessari hljómsveit. Við byrjum á þér, Kjartan. Hvernig er þín saga? Ég búinn að vera með einlega frá upphafi og einlega lengur sko. Ég spilaði með á fyrstu tónleikunum sem voru í október 93. Já, þá varst þú bara 19 ára? Þá var ég bara 19 ára. Já. Og er ekki gaman að segja frá því að það er einhver 19 ára að fara að spila núna? Jú, svo er það svona skemmtilega tilhugsun að dóttir mín sem að verður 19 ára þessu ári, hún spilar með á tónleikunum á sunnudaginn á fiðlu. Þannig að afleggjarnir eru farnir að taka þátt í þessu? Já, þeir eru farnir að skjóta rótum núna. En Helgi, hver er þín saga? Mín saga er, hún er svona svipuð Kjartans. Ég byrjaði þarna að spila með Sinfóníuhljómsveit Norðurlands 93 en er búinn að spila áður. Og eiginlega mína fyrstu tónleika með þá forveranum, Kammerhljómsveit Akureyrar, eru 84 og þá spila ég á trompet en ekki horn. Já, þú er bara svona svissað á milli aðeins. Já, og svo er það líka, minn afleggjar er líka að spila á þessum tónleikum. Hvað er þetta að segja? En við spilum saman í horndeildinni. Já. Þetta er fallegt. En Atli, átt þú afleggjara líka þarna? Nei, það er engin afleggjar frá mér að þessu sinni. Nei. En ég spilaði trúlega með Kammersveit Akureyrar. Allavega, ég held að ég spilaði í uppsetningu leikfélagsins á My Fair Lady. Það er 83 eitthvað svoleiðis. Sögufræg uppsetning. Sögufræg uppsetning. Og það var einhvers konar svona afbrigði af Kammersveit Akureyrar. Já. En ég hef aldrei spilað með Sinfóníuhljómsveit Norðurlands. Nei. Þú tengist þessu kannski á annan hátt? Já, ég náttúrulega, 93 þá er ég farin burt og er í námi og eitthvað svona og kem svo síðan náttúrulega einhverjum 20-30 árum seinna heim og sem sagt fyrir að nýta mér þjónustu Sinfónía Nord við upptökur á kvikmyndaverkefnum. Já. Og það er svolítið það sem þú ert að standa í bara núna, þessi árin, að taka upp með Sinfóníuhljómsveitinni ýmis kvikmyndaverkefni. Já, meðal annars. Og þína tónlist. Já, það er svona, ég meina, kvikmyndatónlist er oft svona sinfónísk í eðli sínu og venjulega er það bara þannig að við höfundarnir fáum bara eitthvað svona pakkadíl og svo verðum við bara að skila á okkur verkefninu og hluti af því er þá að finna einhvers staðar hljómsveit sem getur tekið þetta upp. Svona, þetta er svolítið stórt. Já, þetta bara er svona lærist og maður þjálfast í þessu en ég hef mikið tekið upp í London sem er nú kannski svona rollsinn, viðeigandi, en svo er boðið upp á þessu þjónustu víða í Austur-Evrópu og Bandaríkjunum og svona og svo einhvern veginn í einhverju brjálæðiskasti ákvæðum við Þorvaldur Bjarni bara að prófa þetta hér. Já. Og það bara, brjálæðin hún er oft góð. Já. Ja, brjálæðið er góð. Og síðan þá hefur ekkert verið að leita til Bretlands eða... Jú, líka Þetta er allt í bland. Já, það er svo sem ég kannski ræði sig ekki alltaf alveg aðleitt en ef ég get og ef það hendar verkefninu þá kem ég, það er svo miklu styttra fyrir mig að fara og naustakverfið niður í Hóafellurinn að vera eitthvað að æða til London. Akkúrat. En það fór ekkert fram hjá mér þegar ég talaði við Þorvald Bjarni í síðasta þætti að hann vill Sinfóníuhljómsveitarinnar meiri, hann vill fá meiri styrk frá ríki og hann sé betur staðið að þessu og til að bera saman kannski Sinfóníuhljómsveit Íslands og Sinfóníuhljómsveit Norðurlands, hafið þið einhverja hugmyndir hvaða tölur það eru? Já, þetta eru hvað Sinfóníuhljómsveit Íslands er að frá á fjárlögum tæpar 2 milljarða eða eitthvað svoleiðis Já, svona bili 1,5 til 2, ég er ekki alveg með að tæru. En Sinfóníuhljómsveit Norðurlands er með 45 milljónir. Já, svolítið strax í þetta. Mætti kannski reyna að jafna þetta aðeins, við erum ekki að tala um jafn mikið. Nei. Með stórar hljómsveitir. Segjum kannski 10%. Ég meina, það eru 10% af íbúafjölda landsins sem að búa á Heiðarfjarðarsvæðinu. Já, það má hugsa þetta einhvern veginn svoleiðis. Þannig að getum við ekki alveg sett okkur við svona 150? Já, það væri stórkostlegt það væri alltaf þreföldur. Sem byrjun Já. Það væri þá til þess að fólk svona, að þetta eins og hann sagði 3 tónleikar, þessi styrkur sem er núna, hann dugar fyrir 3 tónleikum. En til þess að halda 3 tónleika þá þarftu kannski fólk sem er ekki tilbúið að binda sig fyrir svo litla vinnu. Þannig að það er svona einmitt öruggara starfsumhverfi fyrir þessa tónlistamenn. Já, líka bara, ef við hugsaum Sinfóníuhljómsveit Íslands er stofnuð 1950. Já. Ég meina, ef við höfðum þá efnaði að vera með eina sinfóníuhljómsveit í landinu, höfum við ekki núna alveg efnaði að vera með 2.
Ég meina, þetta bara sem tilheyrir í menningarsamfélagi. Já, ég held þetta, Finnland ágætis fordæmi held ég, og þar finnska ríki styrkir, ég manni hvort það eru 7 eða 9 hljómsveitir út allt land. Wow. Og það er bara svona hluti af þeirra bara menningarstefnu og svoleiðis, sko, og þú veist, þetta er náttúrulega þessi endalausa togstreita þeirra sem búa út á landi og Reykjavíkursvæðisins, sko, sem það er svo fyndið, sko, þegar ég flutti aftur heim, búinn að vera í Bandaríkjunum 25 ég er búinn að steingleyma þessu. Og svo þegar ég flutti það bara, já, alveg rétt. Þetta er svona. Og mér finnst þetta svo fáránlegt í rauninni, vegna þess að, þú veist, þetta er svo lítið land. Við hljótum að geta litið okkur bara sem einn hóp, þú veist. En þetta er einhvern veginn ekki þannig, hvernig sem á því stendur, sko. En ég held að væri, sko, Íslandi og íslensku þjóðinni bara, þú veist, ég held að þetta væri voða sniðugt fyrir okkur öll að hugsa eins bara styrk okkar sem þjóðar með því að hafa, þú veist, styrka menningarstarf sem til dæmis á Akureyri og Egilsstöðum og Ísafirði. Þeir voru að stofna symfóníuhljómsveit, var það ekki? Jú, á Egilsstöðum. Þannig að þetta er bara byrjunin, sko, við þurfum að hugsa þetta eins, við erum samhengi. Já, sko, það að vera svona Akureyri er náttúrulega miðja í ákveðnum skilningi, sko, og í landi sem er ekki fjölmennar en okkar, þá er þetta bara sjálfkrafa kannski svona við búum í annarri stærstu borg á Íslandi, sko, það er bara þannig. Ég meina það er náttúrulega, þú veist, út allan heim er þetta second city hugdæn, eins og Birmingham er í Bretlandi og Marseille er í Frakklandi og svo framvegis. Og það ég held að þessi liti á það við að það sé svona dálítið mikilvægt mótvægi eða bara valkostur. Eða sko, já, valkostur. Það er kannski hægt að hugsa um þetta sem einhvers konar togstið. Þetta er bara hrein viðbót og gæði fyrir landið að sé styrkur í annarri borg en bara einni, sko. Já, eins og í menningargeiranum, sko, það er sumleyti sanngjarnt að fólk hafi valum að vinna fyrir fleiri en eina menningarstofnun. Ég meina hvort sem það eru tónlistarmenn eða leikarar eða hvað nú er, sko. Og ef við ætlum að vera með 2 symfóníuhljómsveitir í landinu sem ég finnst vera bara borðleggjandi ef við þurfum til þess að vera alvöru þjóðfélag, þá er kannski liggur beint við að hafa þá symfóníuhljómsveit númer 2 í borg númer 2, sko. Það liggur í augum uppi. Við erum með nokkra háskóla í landinu, við förum ekki að setja þá niður sitt hvor megin við, þú veist, flugbrautinni í Vatnsmýri, það væri frekar hallærislegt. En vitið þið eitthvað hvernig þetta er statt, þú veist, það að reyna að sækja meira peninga til ríkisins, hvaða leiðir hafa verið reyndar, vitið þið það eitthvað? Bara verið reyndar ýmsar leiðir í sjálfu, sko, þetta fer allt í gegnum menningarsamning Akureyrarbæjar, sko, núna og ég sé svo mikið að sé breyting þar í framtíðinni, en við finnum fyrir bara í kjölfar, sko, velgengni hljómsveitarinnar síðustu ár, að þá er svona jákvæðni í garð hljómsveitarinnar, finnst okkur vera meiri og meiri, þannig að maður verður að vera bjartsýnn. Já, ég held ef einhver hefði spurt mig 93, Kjartan, heldur að þú veist, það verði búið að byggja flott tónleikahús á Akureyri og hljómsveitin verði orðin jafn góð hún er orðin, sko, eftir 25 ár. Það er sagt, nei, ég trú því. En þannig að við höfum farið held í ansi langt á 25 árum, sko. Og þannig að það er ekki ástæða til annars en bjartsýni? Nei, því ekki það. Sko, líka fólk vill augljóslega koma á tónleika. Það er yfirleitt góð aðsókn. Ég held að sé uppselt núna helgina. Ætlum við að segja eitthvað meira um tónleikana, því að þetta eru afmælistónleikar núna á sunnudaginn. Ef það er uppselt, er hægt að skella í aðra eða er það flóknara? Já, klárlega eftir 25 ári. Það verður ekki næstu helgi, þetta er allt ræl bókað og fyrirfram. Þetta er svolítið fyrirtæki að fá, þú veist, setja þetta saman. Já, ná öllum saman. Ég tók að mér að semja nýtt verk fyrir þessa tónleika. Spennandi, sem verður frumflutt. Já, sem verður frumflutt, sem ég er búinn að vera að dunda með í síðustu mánuðina, þannig að ég myndi þurfa aðeins lengri tíma til að semja nýtt verk næstu helgi. En já, ég held þetta er bara glæsilegt, sko, prógram og maður svona fer svolítið hjá sér þegar, sko, kynnt Tchaikovsky, Rimskij-Korsakov og Atli. Nei, fyrir ekki, Dvořák, Rimskij-Korsakov og Atli. En það verður bara að hafa það. Og ég held þetta verður bara mjög spennandi og mér finnst líka talandi sem sagt sprota og afleiður og afleggjara að það er svo fallegt að Guðmundur Óli og dóttir hans séu að svona fronta þetta líka, sko, þannig að mér finnst þetta bara, ég held að þetta verður mjög spennandi. Já.
Já. Látum við það ekki vera að loka orðin, hvetjum bara alla sem ekki hafa nælt sér með aðtökust að sé eitthvað hérna efstu bekkjónum. Nú, eða verður rosa pressa, það enginn að krefast þess að þú semir nýtt verk, en gætu þið endurtekið tónleikana? Það allt hægt. Það er bara að skoða það. Já. En kærar þakkir fyrir komuna og bara góða skemmtun á sunnudaginn. Takk fyrir. En áður en við tökum stutt auglýsingarhlé, þá ætlum við að sýna ykkur atriði frá Latabæ, en þau kíktu til okkar hérna í heimsókn og eru einmitt stödd í bænum og verða með skemmtun í Giljaskóla núna á laugardaginn. Gjörðu þessu vel. Svona, standa á höndum, hring, svona, hérna og handalaup og hér handalaup, svona og hring, teygja til hliðar og hérna megin líka. Svo ætlum ég hoppa á öðru fæti, hoppa svona og hæ krakkar, ég er komin norður. Ég ætla nefnilega að koma og fá að leika með öllum krökkunum, gera æfingar að teygja svona, ég veit þið eru svo liðug, hérna megin líka, standa á öðru fæti og svolítið erfitt nefnilega, kannski ger ég svona flugvél og þið öll líka. Ég ætla nefnilega að gera alls konar æfingar og hafa gaman með ykkur, en ég er ekki einn á ferð. Með mér kemur nefnilega Siggi Sæti! Hæ Siggi! Hvað ert þú að gera? Ertu að fljúga hérna út allt? Bitu, verður ekki ringlaður? Siggi! Varstu að borða íþróttana með eitthvað svoleiðis? Hvað varstu að borða? Varstu að borða epli? Já. Já, þú ert svo sterkur á því að borða epli. En við ætlum að hafa gaman með krökkunum. Hvað vilt þú helst gera? Ég ætla að fljúga allan salinn. Allan salinn, út allt. Mjög gott og eitthvað fleira. Ég ætla að hoppa á öðrum fæti. Já, ég get gert það líka með þið svona. Og skipta. Svona skipta. Flott. Ég til eitthvað meira líka. Gerum armböður saman. Það hljómar vel. Svona upp og niður. Þú ert alveg svo sterkur. Flott. Ég er líka alltaf að æfa mig. Já, það ekki. Svona. En getum við eitthvað meira. En þú hoppa svona kring líka. Glæsilegt. Þetta er mjög gott. Þetta lítur vel út og svo eins og ætlar að hoppa svona. Það lítur vel á. En það er svona góðið þreytur. Er þetta ekki allt í lagi? Jú. Hlaupum pínu hratt, rosa hratt, aðeins hraðar. Þetta er glæsilegt. Er þetta í lagi, Siggi? Siggi, var þetta aðeins svo mikið kannski? Ég get ekki, wow. Ertu farinn, Siggi? Ég ætla að sleppa að gera æfingar Já. og borða bara það allar kökuna. Borða alla kökuna bara í Ég er svo staðinn? þreytur. En þú verður að gera æfingar líka? Nei. En þú fær svolítið illt í magann held ég á því að borða þessar kökur. Ég held það nefnilega. Ég held ekki. Þú getur borðað alla kökuna á þess að vera rosa illt í magann. Já. Ég er ekki alveg viss. En við erum allavega ekki bara tveir á þetta. Það eru fleiri líka. Hæ Sola! Hæ, gaman að sjá ykkur. Gaman að sjá þig líka. Sérðu, Siggi segist ætla að borða alla þessa köku. Alla kökuna, Siggi. Alla kökuna. Það er mjög mikið sko. Það er mjög mikið. Já, en hann vill gera alls konar æfingar veit ég líka. Hann þarf bara aðeins að hvíla sig og að því að allt er gott í hófi. Já, en er eitthvað ákveðið sem þú vilt gera með krökkunum á morgun? Já, ég vil syngja og dansa með krökkunum Já. eins og kanntu á Sippu-band, Sippu svona. kanntu boltaleik, prófað hopp og skopp eða leikið húlla-hopp. Mjög gott. Þetta hljómar skemmtilega. En við sjáumst þá seinna krakkar, en við erum rosa glöð að vera komin norður. Bless, bless! Bye!